Ragganagli, klínískur heilsusálfræðingur, Yes. einkaþjálfari, Já. pistlahöfundur og bara heilsupervert, Já. Ég veit, kona með marga hata. Velkomin 24/7. Já, takk fyrir að fá mig. Já, bara við erum okkar sögu, sko, af því að þú kendi mér rosa mikið, sko. Já. Sérstaklega manstu eftir ég sendi á þig fyrir nokkrum árum, Já. það var ekkert svo langt síðan, en kannski eitthvað síðan, að það voru allir pistlunni sem voru svo spot on og kendi mér, sko, bættir tengsli mín við mat, þá aðalega varandi, sko, nammidaga og bannorðamat. Þannig að, þú veist, ég var alltaf með þessa nammidaga síðan og var að banna með mat á þessum virkudugum sem gerir það verkum að ég kannski stundum leiðum svindlaði innan gæsalappa sem er umulegt orð innan á föstudum, fekk mér á laugardögum og náttúrulega bara pítsu, bræðaref, nammipoka og stundum fara steður á sunnudaga. Síðan kom samvinskupið á mánudegi, reið sjálfa mig niður og bara æfði miklu meira og bara setti ennþá meiri sko styrtar reglur sem gerði það verkum að ég var miklu líklega til að falla á þeim aftur og síðan hélt þessi spírall ennþá gangandi þangað til að þú kendi mér særilega bara varu mótið namnendöfum minni mig og kendi mér að þegar maður banna sér eitthvað að þá er svo, þú veist, þá eins og segja ekki hugsa eitthvað, þá hugsaði það náttúrulega þá er svo erfitt að taka á móti þannig að það sem ég lærði, ég sagði burt með þessa namnenda þegar mér langar í eitthvað, því ég má fá mér allt og passa mig alltaf að segja það þá fæ ég mér bara það sem ég vil þegar ég vil það og bara nýt þess og að ég þurfi ekki að, þú veist, eins og ég sagði eitthvað með því sem ég sagt við marga að þú sprengir eitt ekkið, það þarf ekki bara út að sprengja hinn 4 eins og með að þurfa bara að taka nammidaginn allan, sko. En með þessu þá náði ég einhvern veginn svona hætti þetta að vera svona að ég má ekki fá mér eitthvað og ég bara svona, ég vildi fyrir að fá mér eitthvað annað og það verið lægi að fá sér eitthvað ef ég vildi fá mér það og svo framvegis og þetta skapaði miklu hollara samband fyrir mig í mat, þannig að byrjum þáttina að þakka að kellaði fyrir það. Það var nú bara mest lítið. Já, jú, ég var nú líka mikið uppið mig þegar það var einhvers sem sagði við mig, já, heyrðu hann Beggi Ólafs, hann vinur mér, hann er rosa aðdáandi og ég held, já, ég sé að kommenta svolítið oft hjá mér. Og svo bara, þú bara orðin sko meira legend heldur en ég, sko. Mér fannst það mikill heiður þegar ég frétti að þú væri mikill aðdáandi. En ég er alltaf, já, ég er mjög glöð að allavega þetta nöldur í mér á samfélagsmiðlum og á netinu skilir sér til fólks því að það eru svo ótrúlega margir í einhvern veginn svona þessum fastir í þessum spíral þú veist, fastir í þessum kóngulóa vef af boðum og bönnum og reglum og refsingum í kringum mat og það er þessi orðræða einhvern veginn í hausnum á okkur, ég má ekki fá mér og hvað gerir það þegar þú segir ég má ekki það er alltaf að fara að búa til maturinn hefur þá alltaf eitthvað valdi við þér, skilur og eins og þú segir, sko, það verður bara til þess að sko, regluna verður ennþá stífari þegar þú ert búin að, sko, þú ert búin að fara gjörsamlega á felguna út í skurð bara, þú veist, það er bara nóg okkur upp á Netflix eða það er bara hlaupabrettið og brokkoli og það er ekkert annað milli, skilur þú veist, þannig að þetta verða svo miklar öfgar, þetta býr þessi nammidaga konsept finnst mér svo rangt einhvern veginn. Ég er á móti líka. Já, af því að sko ef við normaliserum nammi, ef við búum til þannig umhverfi fyrir okkur að við getum umgengist allan mat, alla daga bara á mismunandi hátt, skilu. Ég er aldrei að fara að borða jafn mikið magn af gummiböngsum eins og ég er að fara að borða af, þú veist, kjúklingi, skilu. En ég borða samt hvoru þú veist, ef mér finnst súkkulaði gott að þá fái ég mér það bara í litlu magnin ég fá mér það ef ég þarf þess eða mér langar til þess á hvernig degi en að geta líka hætt vegna þess að það kemur heldur ekki þetta eftir einn, þá er bara allt ónýtt og þá get ég ekki hætt já, þá get ég bara borða þetta bókan og þá kemur líka þetta ofboð að því að reglurnar verða svo stífar á mánudegi þá kemur þetta ofboð að þurfa að klára. Já, þetta er bannað á mánudaginn, þannig að ég þarf að klára þetta núna. Má ekki eiga það á mánudaginn. Að ég treysti mér ekki kringum það. Og það býr til ofsalega svona vanmátt innra með okkur. Að ég treysti mér ekki kringum matinn á mánudegi þess að ætla ég að klára núna. Að því ég treysti ekki að hafa hann inn á heimilinu. Að því ég treysti ekki sjálfu mér. Ég hef ekki stjórn. Ég hef ekki stjórn á sjálfu mér. Og sú hugsun og sú sjálfsmynd, hún er svo opbúslega niðurdrifandi
að hafa einhvern veginn ekki trú á sjálfum sér í því sem maður að gera. Algjörlega, og síðan sko hefur maður sagt, já, ég frekar bara eins og ég segi, ég bara leiði mér allt, skilurðu, og segir fólk, ég gæti nú aldrei leift mér allt, þá myndi ég bara borða, þá myndi ég bara aldrei, engar hömlur, ég bara, jú, þú veist, þú leiði þér allt, en þú veist, þú ert ekkert að, út af því þú mátt gera allt, þá verður það ekkert af því að þú sé bara alltaf að fara í bakarið á klukkan 9 og borðar KFC klukkan 10 og eða þú veist í hádeginu og svo framvegis, skilur, það er ekki þannig, skilur, en fólk er svolítið hrætt við þetta líka. Já, af því að einmitt það hefur verið í hinum bransanum og ég tek oft þessa líkingu, þú veist, ok, ef þú til dæmis segjum og sért í eyðimörkinni og þú leggur að stað í Sahara og þú ert með hálfa lítra vatni með þér og þú bara byrjar að skokka og eitthvað og svo eftir 8 tíma þá hittir þú mig. Þú láta löngu búið með hann hálfa lítra vatni og getur ímyndaðir ástandið á þér út, hvorki búin að fá vatnið þurrt í Sahara eyðimörkinni í 8 tíma og ég sé, heyrðu Beggi, ég er hérna með ískalt vatn fyrir þig, má ekki bjóða þér. Hvernig myndir þú drekka vatnið á þessum tímapunkti? Já, bara. Þú myndir glöggaði í þig, skilur, þú veist hvernig fólk drekkur til dæmis eftir marathon, þú veist, það bara sogið vatnið, það er þér hellt yfir þig, skilur, þú svo ógeðslega þyrstur. Sama eins og ef ég myndi núna skella plastpoka yfir andlitaður og þrengja að, ef þú myndi ná að rífa smá rifu, hvernig myndi þú anda? Alveg, þú myndi bara sko gúlpa í þig súrefninu. Þannig að þegar við erum búin að vera í einhvers konar svona vanþurft eða þú veist, í einhverjum skorti þá erum við alltaf að fara yfirum. Já. Síðan þegar þú ert búin að drekka vatnið í Sahara, þú veist, þú ert búin að glögga í þig einhverjum 3 lítrum eða eitthvað, þá fer þú að drekka eðlilega. Sama með þegar þú ert nýbúin að rífa rifin á plastpokan, þú fer að anda eðlilegt smá stund. Sama gildur nammi, þú veist, fólk til að byrja með, og ég geri þetta rosalega mikið í mínu starfi með mínu skjólstæðingum, er að við búum til svona berskjöldun gagnvart nammi, þannig að þú ferði í tilraunir þar sem að þú bara, ok, nú ætlar þú að fá þér uppáhaldsnammið, hvað er það? Já, það er kúlusúk, ok, flott, keyptu kúlusúkpoka og núna í kvöld þá ætlar þú bara að taka, hvað heldur þú þurfir svona mikið magn? Já, ég veit ekki, 6-7 móla, fínt, settu þá í þessu fallega skál, sestu niður og við gerum mindful eating, þú veist, við borðum hægt og rólega og njótum og finnum bragðið, eða langar í meira, þá ferðu upp og stendur upp og ferði meira. Svo sestu aftur niður og þú gerir nákvæmlega eins, þú mátt fara og ná þér 17 sinnum úr pokanum. Mér er alveg saman þó að keyra aftur út í búð og kaupi 20 poka í viðbútt. Skiptir ekki máli, magnið skiptir ekki máli. Aðferðin skiptir máli og þessi berskjöldun. Og það sem gerist alltaf er að fyrsta kvöldið þá borða fólk kannski, ég man alltaf sérstaklega eftir einni, hún fekk sér 12 móla, hún ætlaði bara að fá sér 4. Næsta kvöld fekk hún sér bara 8, síðan fekk sér 4, svo glemdi hún sér. Svo fekk hún sér ekkert í nokkra daga. Þannig að þú veist, það verður alltaf þetta ofboð fyrst sem að síðan hjaðinnar vegna þess að þú fer síðan átti að því, veist, ég get alveg fengið mér þetta morgun, tíku sér ég að gráðka þessu í mig, ég er ekkert, mér langar ekkert í meira af því ég fæ þetta aftur á morgun og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn og það er það sem skiptir máli. Þess vegna segir fólk sem hefur aldrei verið í svona eðlilegu sambandi við sælgæti, ég gæti aldrei, ég myndi bara klára pokan, ég get aldrei ráðið við mig en þú getur það. Algjörlega, með meðvitund og leiðarljósi. Með meðvitund og bara svona þessi svona að trúa á sjálfan sig og átta sig á því að það kemur alltaf skorthugsunin og ofboðið fyrst, síðan bara hjaðnar það niður. Algjörlega, en ég fer alltaf í gegnum ákveðnar spurningar og svona og hérna fyrsta er sem ég vil við höfum svara er botnaði þetta, heilbrigði er? Heilbrigði er að æfa og borða út frá því að líða vel en ekki út frá því að líta vel út. Segja að heilbrigði er í rauninni að elta heilsu frekar en útlit. Því að ef þú eltir útlitið þá getur þú mist heilsuna. En ef þú eltir heilsuna þá fylgir útlitið yfirleitt með. Afleiðing. Sem afleiðing. Af því að sko, ef þú eltir útlitið, þá getur þú farið að fara í óheilbrigðar aðferðir, skilur þú. Ég verð að losna við þessi 10 kíló, ég hata mig lærin, þannig að ég er ekki að æfa til þess að líða vel, ég er ekki að borða til þess að líða vel, heldur ég er að gera til þess að líta betur út.
og þá fer ég kannski að æfa mikið, ég fer að borða lítið, ég fer að fórna svefni fyrir æfingar, þú veist, þá fer heilsan hún fer að gefa eftir að því ég alltaf að reyna að elta útlitið. Út af því líka að þessar aðferðir geta verið skaðlegir fyrir heilsunum að heldur en útlitið. Algjörlega, þannig að ef þú missir heilsuna, þá ertu aldrei að fara að ná neinu útliti. Nei, og mér finnst þetta svona, það sem maður hefur aflært líka, því maður hefur alveg átt sína slægi við þetta. Guð minn góður, já. Guð minn góður við útlitið og hérna, það skapar líka svo mikið, þú veist, svo mikið ytri hvatning. Og ég vil sjá einhverja tölu á viktinni, ég vil líta ákveð út, og þá verið rosa ánægður sem kemst á þessari tölu eða þessari útliti og þú ert bara búin að nota ákveðna óheilsusamlega aðferðir og svona, þú ert ekkert að vera að viðhalda þessu. Nei. Það er ekki heilsusamlegt. Nei. En þegar maður einblíðin á að ég er að fara ræktan því ég vil sjálf mig vel, því mér vill líða vel, ég er að kjósa það að borða hollari kostin, því ég veit að hann fer betur í mig og mér líður betur á honum, þá finnur þú innri hvatningu fyrir því og þá ertu miklu líklega til að framfylgja því og ef útlitið er eitthvað sem skiptir því máli, hvernig sem það er, þá kemur það bara sem afleiðing. 100%. Þannig að þetta er líka þetta að hugsa ég þarf að eiga þessa heilsu sem eftir ég á bara eina heilsu og ef ég er að æfa vegna þess að ég ber virðingu fyrir líkamanum mínum og ég heiðra þörf hans fyrir að hreyfa sig og ég mæti þörfum hans fyrir næringu í formi af kolvetnum, prótíni, fitu, steinefnum, trefjum, öllu þessu, þá er ég þá kemur þessi betri líðan og það er svo margir sem segja þegar ég er búin að missa 5 kíló að vera hamingjusamur. Það er alltaf þessum 5 kílóum frá því að vera hamingjusamur, 10 kílóum frá því. En að hver ert að leita? Hvað gerist eftir þú ert búin að missa þessi 10 kíló? Já, þá verður ég rosa hamingjusamur, þá verður ég með rosa mikið sjálfstraust og þá verður ég með miklu betri sjálfsmynd og þá verður ég með miklu meiri orku. Málið er að ef þú stundar heilsuhegðun, ef þú borðar vel, ef þú nærið þig vel, þú borðar hollan mat, ef þú hreyfir þig á heilsusamlegan hátt, þú lyftir lóðum og þú æfir þolið, þú ferð ekki fram úr þér, þú gerir þetta bara þannig að þér líður vel út búin að finna hreyfingu sem að þér líkar. Hvað gerist þá? Hvað gerist þegar þú ferð í ræktina og þú rýfur upp meiri réttstöð heldur en þú gerðir síðast? Auki sjálfstraust. Hvað gerist þegar þú borðar hollt? Betri sjálfsmynd, meira sjálfstraust, meiri trú á sjálfum mér, stoltur á sjálfum mér. Þetta er allt saman líðanin sem þú ert að leita eftir að missa þessi 10 kíló, en þú færð þessa líðan við það bara stunda heilsuhegðuna. Þannig að líðanin sem þú ert að leita eftir, þú ert þegar að fá hana með því að stunda þessi hegðun. Skilur við? Þannig að hún er ekki þarna við enda gangana, hún er inn í göngunum. Skilur við? Hún er í hverju skrefi sem þú tekur. Vá, hvað það er áhugavert og fólk þá bara kannski tekur ekki eftir því. Nei, því að það er alltaf að leita eftir að bíða eftir ytri já, því að þegar ég passi þessa buxur þá verður mér meira sjálfstress. Nei, en þú ert með meira sjálfstress núna því þú varst að lyfta þingri en í gær. Það er einmitt þetta þessi litlu skripp og þá ekst þessi trúaðin getu og bara, ég gati þetta og ég sé bætingar og vá. Og ég er meira sjálfstress og mér líður betur og ég er meira sjálfsmynd og þannig að það gerist ekkit magíst við það allt í einu bara síni viktin, þú veist, einhver aðra kílótölu. Það gerist ekkit heldur töfratni felast í ferðalaginu en fólk er einhvern veginn ekki alveg að pæli því Nei. Að því að í raunin ertu alltaf út að sækjast eftir einhverju ákveðinni tilfinningu, ákveðinni líðan en hún kemur ekkit þarna. Nei. Þú ert þegar að fá hana. Já, og hún er að finna í þessum, bara, krefjandi æfingum kannski sem hún tekur og ákvörðum við mataræði og svo framvegis, en þú ert kannski ekki, þú ert bara að bíða eftir að það klárið svo þú sjáir þessa tölu. Akkurat, og hvað ætlar að gera þá? Hætta eða þú veist? Já, það tengir svolítið bara einnig líka á lífið, ég meina hjá fólki sem bíður eftir að útskrifast með háskólagráðu eða whatever, það bíður eftir tilfinningunni þegar búið að klára, þegar prófin eru búin og whatever, skilur við með biðin er lífið og biðin eru skrefin sem voru að vaxa í leiðin og verða betri, skýrar í hugsun og hegðun og öðlast einhver tæki og tól sem munu hjálpa þér í framtíðin, skilur þetta er það sem skiptir máli.
100%. Já, og öðlast einmitt þessa gagnrýnu hugsun og við hvert verkefni sem þú skilar í skólanum, þú veist, því meira verður sjálfströstið, þú fær einhverja engun, því liður vel með engunna, þú veist, út glaður, út sáttur. Þetta er líðan sem þú ert að fá og þú færð hana ekkit endilega einhver meira magni þegar þú útskrifa, skilur við. Þú ert alltaf að fá hann í svona litlum skömmtum. Já, þess vegna líka sem sko leiðarlega við þetta, ef þú býður eftir og tekur ekki eftir þessu öllu og finnur ekki þetta í þessum vexti og í þessu sem þú ert að gera, að þá verður alltaf að býða eftir þessu. Þá myndir þú missa af öllum þessum augnablikum sem þú tekur sér litlu skref fram á við og ert að vaksa. Já, og þú ert ekki sama manneskjan. Þá fyrir lífið í býð. Já. Þetta finnst mér áhugavert, en ég hef aldrei hugsað þetta í tengsli við ræktina útkomi. Mér finnst það mjög áhugavert, meira ekki sem tengsli við lífið. Já. En hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærður af henni? Sko, það er ein bók sem heitir We Need to Talk About Kevin. Ok. Og það var gerð mynd eftir þessari bók sem að Tilda Swinton lék í og þessi bók, bara ég mæli með henni með alla. Hún fjallar svona þetta eilífa debatt, þessa eilífi deilu nature versus nurture, uppeldi versus sko genetík. Og hún fjallar strák sem fremur fjöldamár í skóla. Okay. Og Tilda Swinton í þessari mynd, bókin er sögð út frá mömmans og hún er alltaf að horfa tilbaka, þú veist, þegar hann fæðist, var hann eitthvað skrítinn, var hann öðruvísi eða var ég ekki nógu góð við hann, þú veist, var ég ekki að sýna hann nógu umhyggju og þetta er mögnuð bók, sko. Þannig ég bara mæli, ég er búin að mæla með henni, ég held þessi örgulega 15 ár síðanlega sann, sko. Hvað heitir hún sér náttúrulega? We Need to Talk About Kevin. Við þurfum að tala Kevin. Já. Kevin er sonur hennar. Og þú veist, það er oft að gera kvikmyndir eftir bók, þá eru þar bara, sérstaklega ef þér finnst bókin alveg mögnuð, þá ertu oft fyrir miklu vonbrigðum með myndina, en það var ekki þannig. Myndin er góð líka. Myndin er virkilega góð og hann leikur pappan, hann er svona minna þekktu leikari, veit allir hver hann er þegar að sjá hann svona, já þessi, þú veist, hann er þessi típan, Michael C. Reilly. John C. Reilly, svolítið þéttur krullhærður, búin að leiki fullt af myndum. Hann leikur pappan og sem sagt, já, ég bara mæli mikið með þessari bók því að hún fær mann virkilega til að hugsa, þú veist, var hann bara illa innrættur, bara vondur frá uppa, hann er vondur við systur sína til dæmis, en er það vegna þess að nafnbreiðsamur út í hana, að því að mamman heldur meira upp á systurina, er hann að reyna að fá athygli eða er hann reynilega bara illa innrættur og bókin skiluði eftir með svo margar spurningar. Þú veist, þú ert einhvern veginn, þú ert engur nær, þú veist, og þú veltir þessu bara fyrir. Ég er ennþá 15 ára setna, ég hugsa oft þessu bók. Já, og örgulega nátíðin líka út af sálfræðinni því þetta er svo mikið debatt þar í rauninni, þú veist, það er verið að reyna að svara þessar spurningu bara í 4000 ára, mörg hundru ára, nokkur hundru ára, nokkur ár síðan. Já, hvað getum við sko sett á foreldrana og hvað getum við sett á umhverfið og og bara, þú veist, hvað getum við sett bara sálarlíf barnsins líka, þú veist, eins og þarna sem að veltir svona hlutum fyrir sér. Hvenær eru þau að reyna að fá athygli, hvenær eru þau að kalla eftir ást og umhyggju, en þau kunna náttúrulega ekki að setja það í orð, þau kunna ekki að segja heyrðu mamma, veistu, ég er bara rosa fúll yfir því að þú skilur, þau kunna það ekki, þau gera það bara með hegðun. Þannig að, já. Sjá sér hann, já. Mjög áhugavert. Hvað helstu einu sinni að vera satt sem úrst öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, það er nú það. Hvað vildi ég verið satt? Ég held nú að foreldrar mínir kynnu allt og vissu allt og svo kemst maður að því að þau voru náttúrulega bara að reyna sitt besta, þau voru ekkert með allar uppeldisaðferðir á hreinu, það var allavega ekki mindful parenting þarna í 9. sko, í Fossvoginum já, og svo bara ótrúlega margt einhvern veginn líka sem að sko í kringum bara við komum aftur að mataræð og heilsu að þú veist svona lengi býra fyrstu gerð sko að ég maður þegar ég fór í fyrsta skipti til þjálfara að þá sagði hún mér alls konar hluti hvað ég mætti ekki borða
það tók mig langan tíma að vinda ofan að því, vegna þess að, þú veist, og þess vegna svona mín ástríða svo mikil í þessum málum að reyna að fræða fólk að það falli ekki ofan í eina forapitt, þú veist, að treysta bara í blindni á einhvern gúrú eða þú veist einhvern sérfræðing innan gæsalappa í einhverju málum og trúa því og treysta að það sé bara sannleikur, þú veist eiginlega það sem að sko ef ég á svara þessar spurningu þá svona ég alltaf að reyna að koma, ég alltaf að reyna svona sko átta mig betur og betur á því að það ekki sko skoðun eins eða sko sannleikur eins ekki sannleikur alheimsins. Þannig að sko ef einhver segir eitthvað þá þarf ég ekki að taka því sem einhverju algildu, heldur það bara skoðun eða sko þekking einnar mannesku, þú veist. Og þarna til dæmis sko það voru ýmislegt, þú veist, ekki borða banana, ekki borða gulrætur, ekki borða maísbaunir, ekki borða svínakjöt, þú veist, þetta er okkur svona bull, þú veist, þannig að ég man alltaf eftir, ég tábrotnaði þegar ég var í Bretlandi og ég fer upp á slysavarstofuna og ég að bíða þannig 8 tíma eftir að komast í röntgen og eitthvað, ég tábrotnaði náttúrulega í ræktinni, sko, og ég missa lóðaplötu ofan á tann á mér og það er ekkert til þarna, ég orðin glórhungruð sko og það er bara eitthvað sjálfsæli með eitthvað drasli og þú veist, þetta er náttúrulega Bretland og bara, þú veist, þarna er bara eitthvað kartöfluflögur og eitthvað og ég ætla nú ekki að fá með það og ég segi við konuna fyrir ekki eitthvað að borða þenni, ekki eitthvað ávexti eitthvað, jú, heyrðu við banana ég já, nei ég svalt frekar heldur að borða þenni banana þannig að þú veist, þetta var ennþá svo sterkt í manni, hvað maður lengi að aflæra ákveðna hluti, þú veist, í gegnum tíðin og þetta var, ég man ekki 2005 eða eitthvað, sko, og þar voru kannski 2-3 ár síðan ég hefði verið hjá sem þjálfara, skilur en það var ennþá svo sterkt í mér, ég má ekki bara banana þú veist, banana af því það er rót offituvanda heimsins, skilur og þess vegna finnst mér svo sorglegt að sjá fólk sem að einhvern veginn fast í einhver svona boðum og bönnum af einhver svona, bara kjaftaði, bara algjöru bulli og einhvern veginn fer í gegnum lífi og það er bara örfá matvæli eftir og það er hrætt við þetta og hrætt við hitt og kolvetni þetta og fita þetta og bla bla bla. Já, algjörlega, líka margt sko sem maður hefur tekið sem sannleik sem maður ekki meðvitaður skilur sem kemur í ljós seinna, en það er svo góða punktur hjá það með sko að þú veist, það sem maður heyrir og les og eitthvað svona, það þarf ekkert að vera algjörlega sannleikur fyrir þig eða ekki eins og fyrir heiminn, skilur mig. Þetta eru bara einhverjar upplýsingar og auðvitað treystum maður ákveðnum aðlum fyrir einhverju, en maður verður líka þarna að vera svolítið með gagnrýna hugsun. Þú veist, ok, þetta eru einhverjar upplýsingar, ég sammála eða ekki, hverjir sammála, hverjir ósammála. Þú veist, að reyna að finna sinn eigin sannleika, skilur mig, en maður getur, Já, og þessi skoðun eins sko sem að kemur líka svolítið inn á samfélagsmiðluna og þú veist, ég get talið á fingrum annar handar neikvæðu kommenti sem ég fengið þú veist, í gegnum tíðina ég er alveg ótrúlega heppin með fylgjendahóp, þú veist, ég er bara með ótrúlega jákvætt fólk inn á minni síðu sem að bara, þú veist, að kommenta bara á það sem ég að skrifa, þú veist, það er aldrei farið í mannin en eitt svoleiðis, en þú veist bara eins og allir, þá hef ég fengið og áður fyrr þá stakk þetta, skilur þú veist, það var kannski, ég fekk 100 jákvæð 1 neikvætt, það satt auðvitað. Bara lengi eins og hann gerir bara Já. En þangað til bara fyrir, þú veist, ekkert löngu síðan þá bara byrjaði ég að setja bara, ég húðaði mig bara með tefloni, þú veist að ég bara, ok, þetta er skoðun einnar mannesku út í bæs, ég veit ekki eins og hver ég aldrei sé hana ég sé bara hvað nafnið hennar á skjánum og þetta er bara hennar skoðun og hún hefur ekkert með neitt annað að gera, þú veist, þetta var þannig að Guð, þessari finnst þetta, þá finnst öllum það, skilur, og það er allir að tala um mig og eitthvað svona, þú veist, svona, maður fyrir svona egocentrist bull, sko. Þú veist, núna er ég bara, ok, þér finnst þetta, það er allt í lagi, þú er rétt að því, en þetta kemur ekkert við mig, þetta er ekki algild skoðun alheimsins. Algjörlega, og inn í þetta kannski sko,
að fólk var mjög auðvelt með að sko að móðgast eða móðgast fyrir hönd annara sko ég fengi einhver skilabóð varðandi það og þú veist, og maður hugsa eins og maður kannski spurði hvað gefur þér rétt þess að móðga aðra bara veist, hvernig á ég að tjá mig á þess að móðga ekki neitt, skilurðu mig þú veist, jú, ég gæti það hérna, ég gæti ekki móðgað þig en ég væri að tala við bara fyrirlestrahóp eða ég væri að tala við þessu podcast sem einhver hlusta á, ég get mögulega ekki sagt, ef þá væri við bara í mindfulness hérna, bara horfa í augun og værum ekki að tala Já, sko, það eins og einhver sagði, sko þú veist, ef þú ætlar að gleðja alla, þá skal þú fara að selja ís þú veist, það svona það byrja eina sem getur gert í lífinu ef þú ætlar að gleðja alla og ekki að móðga neitt þú veist, annars ertu alltaf út að skrifa eitthvað, alveg eins og þú ég meina, skrifar alls konar, það alltaf einhverjir sem að móðgast eitthvað fyrir einhver staðar, skilur ég meina, auðvitað hefur maður fengið það, þú veist að ég skrifa einhvern tímann í einhverjum pistli, væri kannski, ef þú ætlar að þú veist, koma hreyfingu upp í rútínu, væri kannski gott að fara að æfa á morgnana ég fekk bara reiðilestur frá einni sem að sagði mér ég væri að stytta svefn hjá fólki Já. Og ég segi, það var ekki það sem ég sagði en þú veist, þá ferðu bara fyrir að sofa, skilur þú veist, en ég held að ég þyrfti kannski ekki til að taka það fram, en fólk túlkar hlutin á alls konar hátt og þú veist, og það allt í lagi bara, og ég reynir bara alltaf að svara bara málefnalega Já, og hérna, það sem ég fekk Sigurdók einhvern tímann hérna í þátt og ég náttúrulega mikið aðdáandi af þeirri mannsku en hún talaði kom með eitt komment sko að það getur engin móðgað nema þú sjálfur mér fannst það svo spot og bæði þá bara fólkið sem að móðgast en líka ef maður myndi móðgast sjálfur við að fá einhver komment við það sem maður var að segja skilur það í rauninni enda dagsins þá það getur engin móðgað nema þú sjálfur skilur. Nei, þú ræði viðbröðunum Já, mér fannst það mjög áhugavert Já, það mjög áhugavert, já Hver helsti vendipunktur sem þú eru upplegað í lífinu? Til þessa? Vendipunktur hver helsti vendipunktur já, þú segir nokkuð já, það var alltaf mikill vendipunktur að flytja til Danmerkur já, það held ég að vera að segja já það var mikill það var svona mikill örlagavaldur í mín lífi sko, eða þú veist hannig já, því ég svona, þú veist, ég ekki bómullabatt sko, þú veist, ég hef aldrei lent í reynu einhverju mótlæti eða neinu, þú veist, lífið bara það bara endalaus meðvindur sko þannig að, þú veist, ég hef ekkert einhver svona, þú veist ég hef einhver djúsi sögu af einhverju ströggli að, þú veist, en að flytja til Danmerkur var svona, þú veist, eitthvað sem að mér langaði ekki að gera ég hafði engan áhuga á þessu landi meðan þetta glatað og en svo bara varði ég bara ástfangin á einni viku bara á landi og þjóð og ok, kannski ekki alveg þjóð en þú veist, þannig get alveg farið í töðar á mér en ég læt á farið í töðar á mér stundum en bara þjóðarsálin og svona þessi lífsspeki þessi huggemenning, þessi sparsemi, þessi svona mínimalismi, þú veist, þeir eru svo langt frá Íslendingum í svo ótrúlega mörgu, þú veist, þeir eru ekki neyslumiðaðir eins og við. Þeir hlaupa ekki til þegar opnar ný búð, skilur við, þeir velta þessari búð mikið fyrir sér, þeir pæla í henni, þeir kynna sér hana, þeir kannski lappa inn og lappa aftur út, það er aldrei raðir fyrir utan einhverja nýja búð, skilur við, þeir eru ekki þannig neytendur og þeir fara með, þú veist, þegar ég flutti fyrir 12 árum, þú veist, þá fara þeir með taupokkan í búðina, skilur við, það var eitthvað sem ég átti ekkert að venjast fyrir 12 árum síðan, sem allir gerir í dag, þeir voru löngubriðar á þessu og þeir eru ekki mikið á húsgögnum, þú veist, og húsgögnir eru oft bara eitthvað staðar úr einhverju endur nýttu eða þú veist, eitthvað keypt á einhverjum flóamörkum eða ég sé aldrei jeppa neinstað, þú veist, ef ég sé jeppa lagðan einhver staðar í nákvæmlega mig, þá við horfum alveg á hann, þú veist, eða landkrúsir einhver staðar bara býtu, hvað er að frétta hérna, skilur, hvert er þess að fara að meðan ég meina bara fyrir þetta völdklass laugum á mótnana, ég minn ekki tali svona 37 jeppa, skilur við. Já. Þannig að það var svona vendipunktur að því leiti að þarna sé ég fyrir mér að ég muni búa, þú veist, það sem eftir er ævinar, þú veist, ég vil búa þarna.
og að því að sko þegar maður með pizza þessa hugmynd þá sagði ég bara glimtu þessu kallið minn þú veist, í 6 mánuðir til í þetta og svo bara, nenni ekki meir þú veist, Danmörk, þetta glatað, skilu það er allir sem búi í Danmörku þetta er svo þetta er ekkert sexy, þetta er ekkert spennandi þú veist, flytjum frekar eitthvað bara til Singapúr eða eitthvað, en þú veist, svo er þetta bara málið sko þó ég hafi verið ógeðslega lengi að læra stönsku það komir eiginlega svona mikið óvart sko. En já, það var mikil vendipunktur og ég meina svona þetta bara alltaf vendipunktur í kynst manni mínum og þú veist, það er alls konar vendipunktar en já, ég held að svona nærtakasta dæmi sé þarna sko já. Varst óvænt ástfangin af Danmörku? Já. Eiginlega bara mér af óverum, af því ég held líka þetta er svona væntingastjórnunar atriði ég var eiginlega ekki með væntingar, ég var eiginlega með væntingar þetta yrði ömurlegt eða ég var með hugmyndir það þú veist, að þetta væri svo ömurlegt land og glötu borg og eitthvað. Það er eitthvað kvót sem segir the key to happiness is low expectations. Akkurat. Það er bara málið, sko. Þú veist, þess að gamlarskvöld er alltaf vonbrigði. Já, það verður bara fínt. Já, en sko þegar Siggi vinnuður hringir í, ef komið djám í kvöld, drývilt besta djámsögu farið á. Já, allin. Já, af því að þú varst bara komin í náttbuxnar og Netflix, sko. Já. Algjörlega, sko. Já. Það er alls svona upplæðan sem maður ekki gefið sér neinar væntingar og bara þá bara er maður bara, wow. Já, djúva, þetta geggja. En þegar þú ætlar að fara gamlarskvöld, það á að vera svo ógeðslega gaman, skilur við. Þá er allt bara vonbrigði. Alltaf vonbrigði. Alltaf raðir og slitta og engin leigubíll og... Sæsir. Hver er uppáhalds tilvitnunu þín og af hverju? Alltaf að sækja á brattan, því að auðveldasta leiðin er leiðin til glötunar. Já. Alltaf að sækja á brattan, því auðveldasta leiðin er leiðin til glötunar. Já, þetta sagði langa var mín oft og ég er einmitt að fara að láta tatúera þetta á upphaldinni hjá mér. Já, og þetta hefur verið svona mantra mín í gegnum tíðina sko, og þetta naglanafn sem ég er með, það er út af þessu, þú veist, það er ekkit út af því að ég er eitthvað, þú veist, ógeðslega sterk eða eitthvað heljar menni að burðum, heldur er það ég nenni ekki að vera aumingi, þú veist, ég nenni ekki eitthvað svona aumingjagangi og þú veist, ég er svolítið alinn þannig upp, þú veist, er bæði gott og vont, skilur maður, ég meina, ég var send í skólan, þú veist, stendur upprétt, já, ok, þú ert með hór, ok, en þú veist, þú getur labbað, fínt, þá fer í skólan, þú veist, þannig að það var aldrei boði að vera eitthvað heima eða, skilur, þú, og saman með vinnu, þú veist, þú mætir í vinnu og þú stendur þína plikt og þú ert búin að skuldbinda þig í þetta verkefni og þú fer ekki að hringja þig inn veika bara því að, þú veist, þú ert eitthvað svekkt eða nennir ekki vinnuna, skilur, ég er ekki fara að styðja þannig hegðun. Þannig að mörguleiti var þetta gott að þetta innrætti hjá mér, þú veist, svona siðferði, þú veist, vinnusíðferði og svoleiðis og að, þú veist, að ég berst alltaf við sjálfa mig, þú veist, bara þó að hausinn sé eitthvað, nennis ekki, það bara, heyrðu, vinnur, við erum að fara að gera þetta, sko, það er bara ekkert í búði. En síðan á móti hefur þetta líka verið með svona svolítið fjötunum fót, af því að, þú veist, ég lendi í smá börnáti, út af því að bara ég sett engin mörk og var alltaf bara að keira, þú veist, halda öllum boltum á lofti, alltaf að segja já við öllu, þú veist, taka þátt í, þú veist, alls konar, þú veist, fyrirlestunum og námskeiðum og kom til Íslands og keira og vera líka, þú veist, að fara fulli í ræktina og þú veist, að borða holt og bara halda öllu bara, að því að aldrei gefast, alltaf að segja brattan, skilju. Já. Þannig að bara brattin hjá mér var bara eitthvað þvernýpi, skilju, sem ég bara réð ekkert við lengur. Þannig að þetta er svona bæði svona í seinni tíð ef ég hugsa þetta rosa góð mantra þú veist, en hún er það að mörguleiti en hún þarf eiginlega svona það þarf eiginlega að vera svona undirmáli það þarf að vera svona footnote, skilju en sýndu sjálfuðu mildi þannig að það er mjög góð styrklíki en síðan er eins og hættan þegar maður ofnotar einhvern styrklíka við sig að þá getur hann komið aftan að sér. Já, og þetta er náttúrulega svolítið svona íslenska mentaliteti, sko. Veist, við erum, og það er engin tilviljun að þú veist, okkur gengur vel í crossfit
og þú veist, íþróttum erlendis og ég meina vinnuafl, til dæmis íslenskt vinnuafl í Noregi er mjög hátt metið og líka í Danmörku, fyrir að við erum vinnuþjarkar, skilur, við bara vinnum og við mætum og þú veist, erum ekkert mikið að væla og þú veist, þannig að við erum svo vöndi að vera að berjast við veður og vind og slittu og skafrenning og skafa bílnum og skilur það bara farið út í hvaða veðri sem er og veist, við erum ekkert að víla þessa hluti fyrir okkur skilur og þannig að þú veist það er rosa hart í okkur, ég meina gegnum árhundruðir erum við búin að berjast við þessa náttúru, ég meina og pælar hans í þessu landi það þrifist ekki einu svona söðnut hérna, þau drápust þau gátt ekki, en samt eru við eitthvað á hókraðina, þannig getur ímyndaðir og það er alveg ástæða fyrir við erum svona fá, þú veist, við náðum ekkit almennilega á legg, af því að þetta er svolítið svo erfitt að búa hérna en samt erum við, þú veist og það bara sýnir bara þennan þú veist, þessa þrautsegju sem er innra með okkur Algjörlega, ég er eiginlega og þegar við færum þessa tilraunum yfir bara á lífið, þú veist eins og sem maður gerir núna að þá, mér finnst þetta bara þetta, ég reyna að sletta ekki þetta með eitthvað svo mikið sens, þetta er svo mikið skilningur í þessu fyrir mér af því að ég held að þú veist fyrstulega hjálpa manni með þrautsöguna og sækja þetta hluti sem maður vill, því þeir eru aldrei auðveldir eða eiga að vera erfiðir og ef maður velur alltaf auðveldulegina þrátt fyrir að hausinn sé að segja mann að gera það og allt sé að segja að velja auðveldulegina að þá held ég ef þú velur hana svona yfir heildina litið að það sé ekki eins mikið varið í það líf og þú sækir alltaf á brattan. Akkurat. Af því að auðveldulegin leiðir til hlutinnar en við höldum að við viljum það auðvelt. Þú veist, þú myndir spyrja fólk viltu hafa það erfitt eða auðvelt? Viltu takast á þetta erfiða verkefni eða auðvelda verkefni? Auðvelda? Já, ok, hefur einhvern tímann verið eitthvað auðvelt sem hefur gert verið þess virði eða? Nei, ég man nú ekki eftir því. Þannig að, þú veist, það sem ég er einhvern veginn búin að vera að hugsa undanfæri, sko, mótsögnin í því að gera eitthvað sem er óþægilegt og krefjandi og erfitt er á sama tíma, þá gerir það lífið að innihaldsríkt og lífið þarf að vera innihaldsríkt þess að við komumst í gegnum erfiðleikana sem eru þetta staðar. Þannig að bæði getur eitthvað verið óþægilegt og krefjandi og erfitt á sama tíma og það er ánægilegt. Akkurat. Og gefa manni mikið. Akkurat. Sem finnst mér þetta að ég er smá skotin í þessu kvóti, ég er bara að fara með þeim bara í. En síðan í þessu einstöku tilvikum. Þú ert ekki með plásslingur fyrir þetta. En síðan í þessum einstaka tilvikum, eins og allar hugmyndir eru í ákveðinni tólsteitu líka, þú veist, alltaf sækja brattan. En jú, síðan kemur einhvern tímapunktur þegar bara allt í, þú finnur bara ála og allt í keksi og svona, þá náttúrulega bara, þá virkar ekki þetta spýt í, sko, þá mann aðeins að það er bara niður, sko. Þá þarftu að labba kannski bara á jafnsléttu, sko. En eins og, sko, myndirðu til dæmis vilja fara upp á Everest, myndirðu vilja klífa það eða taka þyrlu? Hvort er að fara að gefa þér meira? Hvort ertu meira stoltur að þú stendur upp á tindinum? Þú veist, hvort ertu búin að vaksa? Hvað ertu búin að læra meira af? Að taka þyrluna eða labba upp? Þannig að þú veist, það er líka þetta brattin kennið þér rosalega mikið. Þannig að kennið rosalega mikið á sjálfan þig og þú veist, hvernig þú virkar í erfileikum og þarna er vöxturinn, þannig er lærdómurinn og þannig er þroskinn og hann er í brattanum, en lífið þarf samt ekki að vera endalaus brekka, skilur við, það verður að vera líka stundum jafnslétta og þegar maður er þreyttur þá þarf maður að geta að labba á jafnsléttu. Algjörlega. Heyrðu, þetta er kvótið sem ég ætla að setja undir, labbaði stundum á jafnsléttu. Það er, já, allan kemur það. Alltaf að sækja brattan? Já, en þú þarft ekki alltaf að sækja brattan, sko. Nei. Sækja brattan en labba á jafnsléttu þegar þú eru þreyttur. Það er alveg miklu breyta þessu kvóti, hér með. Okay. Já. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Oh my god, svefn. Já. Bara 125%, sko. Varstu að sofa lítið eða ekki gæða miklu svefn? Já, ég var bara ekki svona huga kannski nógu vel að svefnrútínu, svefnhreinlæti, þú veist, umgjör svefnsins, þú veist, ég var alltaf verið svefnherri, sko, og ég var alltaf verið amanniska, þannig ég fer snemma svo í vakna þemma og sko svo, þú veist, ég lærði mikið um svefni svo ég bara heilsusálfræðin þegar ég var í Bretlandi en svona í seinni tíð eftir því sem að vera eldri bæki minn
þá bara ef að svefnin ekki í lagi, þá bara lífið, það bara endalaust ströggl, þú veist, þú bara maður þekkið, þú veist, æfingar verða erfiðar, þú veist, ég verð bara einhvern veginn skrítin manneskja, þú veist, ég verð einhvern veginn þung og ég með einhvern kvíða og ég verð lítil í mér og ég verð bara svona öll einhvern veginn skrítin, þannig að sko að fara sko snemma að sofa og hlusta bara á, ok, þú ert þreytt núna, það skiptir ekki málið á klukkan sé 8. Nú ferð þú bara upp í rúm, þú veist. Og að búa til þetta góða umhverfi í kringum svefnin, þú veist, þessa svefnrútína, gera alltaf það sama fyrir svefnin. Og það sem að mér finnst skipta lykilmáli allavega fyrir mig, það að hafa dimmt. Eiginlega frá bara, þú veist, svona kannski 1,5 tíma áður en ég ætla að fara að sofa, það bara rosalega dimmt inni hjá mér. Þú veist, það lítið ljós, kannski með kveikt á einum lampa, horfa kannski bara eitt þátt, þú veist, svo bara fara inn og alltaf sama rútínan, þú veist, taka með málninguna, taka linsurnar úr, busta tennur, þetta alltaf sama rútínan, lesa af bók, af blaðsíðum og svo bara sofna, þú veist, og þá funkar ég sko, ég ét dagana þegar ég vel sofin. Þú veist, það bara kem ég öll í verk og bara, það bara svo turbo-kannina, sko. Þannig að þetta bara, já. Algjörðu samanlega, bara eftir ég las bókina Matthew Walker, þá hugsaði ég bara, já, þú sefur bara ekki minna en nú bara nýja við með bara 8 tímar. Já. Ok, 7 tímar sleppa, já. Aldrei undir 7 tímar. Aldrei. Þannig að ef það eitthvað sem þú ert að fórna, þá ert ekki að fara að fórna svefnum. Ég veit það. En, já, algjörlega. En þú veist, auðvitað kemur það fyrir maður, kannski fyrir matarboð eða eitthvað og fyrir seint að sofa og þú veist, þá funkar það vegna þess að ég er búin að lesa sko rannsóknir sem sýna að þegar fólk svipt svefni, þú veist, kannski farið úr 8 tíma niður í 4 eða 8 tíma niður í 6, þá hefur það engin sko teljandi áhrif á heilsuna ef það gert kannski viku eða ef að þeir hafa það sem kallast svona frontlóta svefnin áður, þannig ef að fólki leyft að fara sofa og bara sofist lengi og það þarf í kannski viku fyrir rannsóknina, þannig að það að sofa kannski 9 til 10 tíma bara eins og þú veist, það vaknar ekki við klukku og þú veist, það bara láti fara að sofa þegar það þreytt, svo gerir rannsókn þar sem að bara svift niður í 8 frá 8 tíma niður í 6 eða niður í 4, þá hefur það ekki þessi teljandi áhrif á heilsuna eða þeirra sko andlega líf eins og ef að þú ert búin að vera vansvefta í langan tíma áður. Þannig að þú veist, til dæmis ef ég að fara út að skemmta mér, þá bara ok, ég veit að ég að fara út á laugardagskvöldið, ég ætla bara að passa svefninn minn alla vikuna. Ég ætla bara að fara að snemma sofa, passa að vera vel sofin, þá skiptir þetta einhver máli og ég finna bara, þú veist, þá fer ég bara ekki að fara út á laugardagskvöldið og ég get verið bara, þú veist, út að tjamma fyrir miðaldra konur alveg vera til 1, skilur, þá er ég bara all in, þú veist, að þá er ég allt í lagi, þú veist, ég er allt í lagi á mánuði, ég er þreytt en ég er ekkert á felgunni, skilur, eins og áður. Nei, hvort leifur þá að sofa aðeins lengur eða vaknar á sama tíma? Ég vakna á sama tíma, þannig að líkaminn minn bara... Já, hann bara stiltur á það. Já, nú eru vöknuð og það er ekki séns að sofna aftur. Ég velti fyrir mig að því ég nú er ræsa 5:30 yfirleitt á virkundum og er líka bara morgunmanneski og dyrka morgna. En síðan koma helgar og koma svona félagslega aðstæður sem að það er að vera vaka lengur sem er bara yndislega líka því það næri mann líka á heilsuna og allt það og alltaf vera, og síðan vill ég ekki sveigja of mikið frá svefninum helgar en segjum svo ég er hjá einhverju til 12-1 eða eitthvað fyrir svo 2, þá gengur ekki alveg fyrir mig að vakna 5:30. Nei. Þannig að ég reyni að sofna lengur en samt vill ég ekki sveigja of mikið frá því því að það er þetta, veist, á að vera að vakna og sofa sama tíma, rútínan. En ég er svona debeita við mig sko hvort ég eigi að sofa minna og vakna þá nær eða á sama tíma eða hvort ég eigi að sofa meira en þá náttúrulega fokka ég aðeins í fattar hvert að fara? Já, ég fattar hvað það sko það sem ég gerir vilt helgar er sko ef ég vakna, ég vakna kannski 6, hálf 7 eitthvað skilju og kannski bara búin að sofa í 5-6 tíma því að bara nú líka mig bara vaknaður bæðir ég kannski orðin svöng og mér langar að fara á æfingu og svona er að svo legg ég mig. Já.
þannig ég tek eina lögn kannski, það kannski já, það finnst mér vera alveg svona lykilatriði og það alveg svona gæða dæmi helgar sko, fara á æfingu, þú veist, koma heim, borða og svo kemur þessi þreyta yfir mann og þá tek ég eina góða lögn kannski í hádeginu, þú veist, kannski 45 mínútur, klukkutíma og það ég bara góð. Þú veist, þá finnst mér vera bara búin að leggja þess inn í bankan og svo bara fara að sofa á sama tíma kvöldi. Þetta gott triks. Já, lögnin maður. Hvaða ráð, þú veist, í tengslu það sem þú sinnir, hefur þú fengið sem það magna að þú vilt deila þig með okkur eða það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur við því? Ok. Hvað ráð hef ég fengið? Já, það segir nokkuð. Sko, náttúrulega ég talaði áðan eins og með ömurlegu ráðin, þú veist, eins og með, þú veist, mataræði og ég held sko þegar kemur að heilsu sko, þetta ekki beint ráð en þetta setning sem ég heyrði daginn og ég man ekki hvar það var að nú vel að koma svolítið inn á sálfræðina að þú ert ekki það sem þú hugsar fyrst þú ert hugsunin sem þú leiðréttir þannig að sko við fáum oft sko þessa sko fáum svo rosalega margar hugsanir og þær geta verið óhjálplegar, þær geta verið niðurrífandi, þú veist, og honum finnst ég leiðileg, þessi hringdi ekki í mig, þessi lækaði ekki myndina mína, þú veist, allt þetta þeir náum að leiðrétta hugsunina og þá komum við svolítið inn á þess að hugræna atferlismeðferð að ef ég næja að sko getur verið að hún hafi ekki verið á Instagram, getur verið að hún sé upptekinn, þess að hún ekki hringt í mig, þú veist, að ef ég næði leiðrétta það, þá næði ég að dempa niður þessar vondu tilfinningar sem að ég bjóð til og þetta ég er bara nýbúin að heyra þetta, ég er bara, hvað þetta meikar mikið sens að við þurfum alltaf að vera leiðrétt okkur því að það kemur alls konar upp í hausina okkur og þegar við erum lítil í okkur, þegar við erum með brotna sjálfsmynd og hún brotnar ennþá meira þegar við náum að næra þessar hugsanir þú veist, þetta að þessi heilsaði mér ekki, hún er illa við mig eða þessi bauð mér ekki partí, hann vill ekki tala við mig eða hún hringdi ekki í mig eða hvað eina sem það er að við séum ekki bara að tæta hana niður bara, þú veist, með hríðskotabissum endalaust sko, heldur bara ok geta verið aðra skýringar, getur verið finnum við eitthvað jákvætt þú veist, hringdu hún ekki því hérna í síðustu viku og skilur, þannig við náum að fara í svona smá svona ræðukeppni við okkur sjálf Hver eru rökin fyrir því að hún sé fíglutið ok, hver eru rökin sem stangast á við að hún sé fíglutið og svo framvegis en sem mútið tala já er basically að við fáum öll þessar hugsanir, við lesum öll í huga annars fólks og við stökkum ákveðna niðurstu við förum í allt eða ekkert hugsanavillurnar, allar allt þessar hugsanavillur sem allir fá upp og getur valdið fólki í miklum hugarangri í ýmsum sviðum lífsins og ýmsum tengslu við ýmislegt en það er þessi að grípa okkur sjálf grípa þessa hugsun það eru við sem náum þá að leiðrétta og skora á hólm þessar hugsanir til að finna rökréttari mynd á það sem er að gerast og þá hefur það betri áhrif á hvernig sáralífið og hvernig raunveruleika við upplifum og hvernig okkur líður og svo framvegis. Akkurat, og því þið líður auðvitað miklu betur þú veist, þú færir náttúrulega opáslegan kvíða dabrar, dimmar hugsanir þegar að þú ákveður að einhver vil ekki tala við þig, einhverjum líki illa við þig, einhverjum vil ekki, þú veist, vil ekki vera vinuðinn en þegar hún að leiðrétta þær að þá nærðu að snúa við þessum og þegar við erum í neikvæðum tilfinningum þá tökum við oft óæskilegar ákvarðanir hvað varðar heilsuna hjá okkur, hvað varðar bara allt, þú veist, við hegðum okkur á annan hátt þegar okkur líður illa við fyrir kannski einangra okkur meira félagslega skilu, ég er það lítil í mér að þú veist, Sigga vinkona hringdi ekki í mig
ég hlýt að vera leiðileg manneskja, þannig að enginn vill vera vinur minn, þannig að ég fer í alltaf ekki hugsun, þannig að það er kannski bara best að ég bara tala ekki við neitt vegna þess að ég er greinilega svona leiðileg, þannig að ég ætla ekki að fara í saumaklúbbin í kvöld. Skilur, þá ertu farin að taka ákvarðanir út frá hugsanavillunum sem er að hafa ennþá neikvæðari áhrif á þig. Þú fer að einangræði félagslega, þú fer að vera meira einmana, fer að vera meira dapur, þetta verður bara spírall bara niður í niðurfallið, sko. Þannig ef ég næ leiðréttana, veistu að hún Sigga er örugglega brjála að gera hjá henni, þessna hringt hún ekki í mig, þú veist, heyrðu, það er saumaklúbbur í kvöld, stelpunir eru þar, geggja gaman, ég ætla að fara til þeirra og ég ætla að vera í rosastuði. Þú veist, svo kemur ég tilbaka uppfull af serotóninni, dópamíni, þú veist, að því að það var svo gaman og voru að hlæja svo mikið og þú veist, þú fekst þetta búst og þeim, þú veist, að segja sögur og þeim fannst þú fyndin og bara ég er ekkit vond manneski, ég er ekkit træli, ég er bara fyndin og það var gaman og ég er að nærast á þessari náttúrulegu vímu sem ég er í núna. Djúsi sögur sem við búum til, sko. Ég held að sé bara því að, þú veist, við þurfum að skilja, mannsheilin er bara hann þarf að skilja hluti og sannsett einhverja merkingu hluti og vanlega það er neikvæð merking því að þú veist, við höfum þróast þannig, skiljum mig, þannig að oftast hlöðum við einhverja neikvæð merkingu hlutina eða neikvæðum skilningu hlutina sem við búum til að því við þurfum að finna einhverja merkingu og það hleypir af ganga sem sögum að henni líki, Siggu líki vel við mig og svo framvegis sem lætur okkur einangar svo framvegis, þannig að maður er alveg gripið sjálfur sér svo oft í þessu, maður er búin að mynda sér einhverja sögur og eitthvað svona í tengslu bara við magasinn eða eitthvað sliðis og sér nefnir maður bara það er ekkert rétt í þessu sögur. Nei, ekki fótur fyrir neinu, sko. Ég verði alveg að segja þetta, ég var í COVID og var að taka á því í stofunni og ég vaknaði alltaf fyrr en Hildur og Hildur alltaf líka að vakna og hvort hún var að fara að taka æfingu eða hvort hún var að fara að vinna á borðinu eða eitthvað sliðis og mér fannst hún hreita einhver í mig bara hvað ert að æfa núna, mér fannst það, ég tók því svona eitthvað svona, ertu ekki að vera búin eða eitthvað svona og þá var ég bara eitthvað svona alla æfinguna í svona klukkutíma var ég bara hvað er djúvill hún að segja við mig, nú erum við þurfum að ríða mig í gang og æfa henni í COVID maður, hvað er hún að kommenta og ég sé að æfa og eitthvað svona dæmi, skilur mig sem kem ég svona eftir og ég skal sko segja henni það sko, það hafði áhrif á mig og ég var bara ekki sáttur með hvað hún sagði og eitthvað svona sér kom ég Hildur og hún var eitthvað í rúmi að vinna og ég segi Hildur, ég var ekki nú ánægð með hvað ég sagði já, ég var nú bara að grínast og ég var bara þú er búin að brjála þér í klukkutíma og búin að plana djöfisins planræðina sem ég ætlaði að koma með og allt sko, bara búin að hafa mikil áhrif á mig þannig að það var bara eitthvað saga sem ég var að bjóð til gerði ýmislegt við sem nú skapaði hugarangri í góðan klukkutíma ég nauti ekki æfingarnar svo að ég bara kjaftaði. Algjört kjaftaði, bara byggt á sandi og þú búin að keyra upp hjá þér sko kortisólið, adrenalinið, streitukerfið brjálaður út í hana þetta er sko, það minnum á sögunum mannin sem að sprakka bílnum þetta er svona típist maður sem sprakka bílnum hjá og hann er eitthvað langt frá einhvern bóndabæ og hann sér hann að bóndabæ í fjarska og hann byrjar að labba þangað og á meðan það byrjar hann að búa til sögu hvað ef hann er ekki heima, hvað ef hann vill ekki lána með tjakkin, hvað ef hann, þú veist, finnst ég bara að vera dóni og svo kemur hann upp á bóndabænum maðurinn kemur til dyra, bóndinn heyrðu, þú getur bara tekið hann tjakk og tróða hann byrja raskutaður skilur, þetta er svona tími svona fungerum við, skilur við búum við fabrikum bara sögur en mannsheilin er líka verið með hennar neikvæða bias, við erum alltaf við viljum túlka hlutina frekar á neikvæðan hátt fyrst heldur en jákvæðan það hjálpar okkur að lifa af það hjálpar okkur, já, það hjálpar mig meira að vita að það er óvinna hér að koma heldur en að sé bara geggju jarðabyrinn það er sterkar en að jákvæða þú getur upplegað sásaka sem gæti leitt til dauða en þú getur bara upplegað x mikla hamingju og þú er bara hamingsamur akkurat, þú veist, það ég belgjum út á jarðabyrjum er ekki fyrir að hjálpa mér að lifa af þú veist, en það að ég vita óvinna hér er að koma ég þarf að vita það þannig að þetta er mjög skemmtilegt síðast spurningin ef við mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annar einslinga hver væri svo skilabóð? Til Íslendinga bara til heimsins kannski heimsins þú mættir bara standa einhver stað og væri bara með skilti og það væri einhver skilabóð meðalega löng ok það væri bara alltaf að rúlla fólk væri alltaf bara hlaupandi fram og keyrandi fram bara wow, ok, geggjaði við þessu ég held kannski að skilabóðin væru að vera meira í mómentinu
mér finnst sko við og þar með ég sjálf, maður alltaf og kannski COVID hafi svolítið kent manni það en það alltaf sko, við erum alltaf að plana eitthvað við erum farið til útlanda og það verður geggjað sko, það verður ógeðslega gaman þegar við fyrir til útlanda og það verður svo æðislegt það getur við verið saman og það getur við gert hluti saman og við getum upplifað eitthvað saman en við erum líka saman bara á 3. febrúar í Slittu og skilur þú veist, að keyra í Borgartúninu þú veist, þar erum við líka saman og við erum í moment, það er ekki einhver Kodak moment, skilur þú veist, það er ekki tilvalin til stækkunar hérna í framkvöllunni fyrir þá sem eru orðnir miðaldra, þú veist heldur að lífið er einhvern veginn bara þessi litlu augnablik og þessi nánd og þú veist bara ég og þú hérna skilur þú veist, þetta bara við erum í momentinu og bara svona að því að lífið það er svo ógeðslega hratt skilur, það er bara alltaf einhvern veginn, það er alltaf föstudagur það er vikan alltaf búin, mánuðin búin, árið búið þú veist, 2021 að vera búið og maður svona kannski missir af því að maður er alltaf að plana eitthvað brjála geggjað því að það á að vera svo gaman þar ætlum við að vera saman og þar ætlum við að njóta og það verður svo frábært en við erum líka hér og nú bara í nánd og það að sko deila bara svona þessum litlu momentum sem að gerir lífið eitthvað svo dýrmætt og þú veist, ef ég hugsa bara þú veist, hjónabandi hjá mér, þá finnst mér eftir vinnudaginn að koma heim og segja við Snorra, veistu hvað gerist í vinni? Þú veist, svo var ég hérna í búðinni og konan kom og hún ætlaði bara að ryðjast fram fyrir mig, skilur. Þannig ég er að segja frá þessu litla sem er að gerast fyrir mig og fá skilning, fá speglun á þau augnablik og hvernig ég brást við og hvernig þessi var og það veist mér vera svolítið lífið er núna er ekki til ykkur arbönd með því? Lífið er núna, núna sko. En hérna, ég alveg bara var kolfallin fyrir þessu orðum að því að sko algjörlega sammálaðir og þú veist líka þessar upplæðin sem við erum alltaf að drífa okkur í gegnum drífa með að koma heim, drífa með að vera í búðina drífa með að gera þetta og bíða eftir einhverjum augnablikum sem gefa þessi ekki neitt og þegar maður er ekki á staðnum þar sem maður er á staðnum og ef maður er, þá missir maður allir þessum litlu upplifunum sem gefa lífinu svo mikið að maður gefur því bara gaum það gefur sko svo mikið og það gerir svo mikið fyrir okkar líf það gerir svo mikið fyrir okkar bara velíðan og hamingju og það er að það skiptir ekki öllu máli hvað maður er að gera skiptir máli er maður með athyglinna á því sem maður er að gera Akkurat. því að þú getur komið hér í dag ég getur komið hér í dag bara já ég er að fara að röggu nagla í viðtal og ég ætla bara vonandi verið viðtal gott og bara get ekki beðið þeirri búið og þá get ég sé hvort að það verið rosalega gott þegar það verið búið og hvað verið gaman þegar viðtalið er loksins búið og þá get ég bara sett viðtalið út og svona en bara nei henni er bara eiga yndislega samræður yndislegri mannesku og við erum að tengjast og tala hugmyndir og ég ætla bara smergsjú allt sem þessu upplifun hefur í boði fyrir mig því ég veit hvað það gefur mikið og það er þessi augnablik þú veist, ég var einhvern veginn að spurður hvernig ertu hamingjusamast í lífinu hvernig ertu ánæðastur hvað ertu að gera úr ánæðastur ég bara, nú bara ég er að lesa skrifa, þetta er viðtöli þetta er samtöl við vinn minn eða ég fyrir sjósunda í rektina held fyrirlestra hvað enginn er öll þessi augnablik ég er bara það sem ég er það er hversdagur það er bara og það sem ég er þannig að ég gæti ekki verið hrifnar að þessum loka skilabráðum en þú veist, auðvitað maður er rosa hamingjusamur þegar maður er á Amalfi-ströndin í júli skilur, en maður er líka rosa hamingjusamur bara einhvern veginn að kúra í febrúar upp í sófa og þú veist, horfa á nýjustu Succession þáttaröðum skilur, þú veist, þú verður að vera hamingjusamur hér og nú algjörlega þú veist, það gengur eiginlega ekki upp ef þú ert einhvern veginn að reyna að fylla lífið þitt af einhverjum sko stjörnumómentum þú veist, það og býða alltaf eftir þeim þá ertu að eyða lífinu bara í okkur biðstofu það er vond uppskrift til að fylgja það er rosa vond að tíminu, þú veist, við tekki það alveg ég meina, að býða og þá kemur aftur þessi væntingar svo óbáslegu væntingar pressan sem þú situr á að þarna myndu
þarna verður gaman. Þarna verður gaman, sko. Þá verður maður verið ómbröðið þegar maður kemur á toppinn, sko. Og síðan eldir maður næsta markmið. Akkurat. Það var að bíða aftur. Já, þegar maður bara næsta tind og næsta tind. Já. Það var yndislegt að fá þú að spjalla við því og eiga bara í gæðastund með þess. Takk fyrir, æðislegt að koma. Já, Mikill heiður og takk fyrir bara mannurinn sem þú hefur að geyma og ljósi sem þú lætur skína í heiminn og ég bara takk fyrir. Kann mikið að meta og gangi bara sem allra best. Já, þakka fyrir bara það sem að þú ert að setja út og það bara skiptir sköpum fyrir marga því ég veit að þú ert stóran aðdáendahóp sem að hlustar og öll þín viska sem að þú ert að veita fólki. Það er bara, það er gulls ígildi. Ég vona það allan. Takk hérlega. Takk fyrir mig.